Jötnar, Geri og Freki. Við erum ginnungagabb, vitund, vitni alls sem þegar við lifum Valhöll. Ég, hinn raunverulegi ég, íbúinn í þessum kroppi sem ég kalla mig, minn, ginnungagabb. Eftir að Óðinn Vilhjálmur hafa gengið úr skugga að aðeins þekking ginnungagabs það að segja Óðinn verður forvitinn, Vili fer að leita, það eina sem finnst véi, gengur ferlið óðar tilbaka til þess eins að byrja á nýja leik, allt á ofsaraða. Við megum ekki festast í þessu, heldur verðum við eins og þeir að vinna beint út frá ginnungagabi. Freyja vellandi tímarúmsfroða, bullandi ketill, aukin orka á fíngerustu sviðum, sendir ógurleg popkorn eða sápukúlur frá sér og sumar verða að alheimum. Án Freyju verður ekki sköpun hjá Óðni Vilhjálmur. Þótt þeir séu kveikjan að sköpun með forvitni þekkinguna sem fyrir finnst. Aðeins með Freyju byrjar þetta alheimsball, hún bullar vitsmunum í náttúruna. Þetta sjáum við ekki með augunum okkar sem við búum okkur til, því þau samsvara höfuðskepnunni eldi, ljósi, sem við sköpum líka. Höfuð, aðal, skepna, eitthvað sem skapast. Sjá sanskrít Mahabhuta og Tanmatra. Þetta eitthvað sem skapast í raun ekkert nema gúnir. Allt þannig symfónía bylgna. Það heldur engin skapari þarna uppi og síst af öllu einhver duttlungafullur sem ræður örlögum manna. Lögmálið, svo sem þér sáið, munið þér uppskera, urður verðandi skuld, alfarið þetta svokallaða örlagamál, Sankta Péturs. Úr sápukúlum eða poppi Freyju búum við okkur til okkar sýnilega alheim, svo skrítið sem það nú Okkur finnst hann raunverulegur og í augum skilningavitan okkar hann þarna fyrir víst og vísti hann. En vísindin sýna að þetta allt óhöndlanlegt, ekkert nema hverful augnabliks fyrirbæri, sem mælanleg en lítt höndlanleg og svo eiginlega að öllu leyti ekki neitt. Þetta ekki neitt eða tómið ginnungagabb, það eilíft, tekur ekki þátt í sköpun, algjörlega aðskilið frá efnisheiminum sem við köllum svo. En þar ekkert nema ginnungagabb og það allstaðar og óendanlegt, efnisheimurinn og orkan í því, úr því. Já, úr því í merkingunni úr þessu efni, tóminu, skildist þetta nokkuð? Við ginnungagabb og algjörlega aðskilin frá gúnunum. Í efnisheimi andstæður og þær síbreytilegar. Í ginnungagabi engar andstæður, engin tvískinnungur, ekkert tvíeðli. En hér í ginnungagabi vögul kyrrð, orka og möguleikar allra sköpunar. Munið, það tekur ekki þátt í sköpun þótt þetta allt sé úr því og í því. Í heimi urður verðandi skuld, náttúrulögmál, gjörðir okkar og afleiðingar þeirra. Svo gjörðaflækjan órannsakanlega sem því lögmáli fylgir. Óðinn Vilhjálmur á allra fíngerðustu nótum innan gafsins og því á kraftmesta sviði. Freyja greinilega skapandi sem bullandi ógnar kraftmikla tímarúmsfroðan, því annars það ekki sköpunarferli, ekki heimur, ekki náttúran. Gunnarnir 3 mættir á svæðið og þá fer að færast fút í leikinn. Allt var í teiti guðana í túni, krafti. Uns komu 3 eiginleika náttúrunar. Svo þessi fenrir, illar gjörðir, urður, mannana, illar hugsanir, ill orð, fita fenrisúlfin. Eigi gott að gremi safnist upp í náttúrunni. Eigi duga drómi og læðingur á það leiðinda mál okkar. Við berum ábyrðina á okkar jörðu. Anandad jeva kalvimani putani jayante. Anandena jayanti jivanti. Anandam prayanti abihi shamvishanti, sem þýðir við, eiginlegu við, komum úr sælu sólar, upp ljómunargyðju, Ananda. Lifum í henni, hverfum aftur til hennar. Allt baðað þessari sólar sælu. Ananda. Okkur finnst við vera úr föstu efni.
Við finnum það meira segja fyrir víst með skilningavitunum okkar. En þau höfum við skapað aðeins til að nema efnisheiminn. Svo við getum ekki treyst við að þau nái inn fyrir það svið sem þau skópust fyrir. Skilningavitin færa huganu gungni sem þau nema og heilir okkar varpaði upp á flatskjá aftast í heilanum og við sjáum það þar með. Með heilanum búum við til okkar bitastæðu veröld úr þessum upplýsingum. Hvað við búum til fer eftir tærleika og vitundarþroska hvers og eins. Heimur hvers og eins sömu gæða og sá sem hugsar hann. Kannski sjá engir tveir heiminn eins. En heims sköpun okkar ekkert nema gúnir, vopn vitundar, geir óðins. Orði geir af heshu, sanskrit, fljótur, hraður, gúnir. Þar með talin kroppurinn okkar flotti. Samkvæmt varmaaflsfræðana fyrsta lögmáli tapast ekkert skapast, ekkert eyðist. En það endurvinnsla í gangi, til þess að ekki fyllist alltaf drasli. Jötnar eru öskukarlarnir okkar. Þeir éta allt og af þessari ætingu þeirra, tæringu og góðu matarlist þeirra nafn dregið jötnar. Komið af jyotir, sanskrit, ljós, Jyotish, neisti, sólaljós, birta, lýsing, elding, sól, loft. Jötnar eru jafnvægi við þessa meintu óðinvilavíja sköpun okkar. En hver okkar hugsun sem í þundarflæði með tilgangi alheims komin til að vera. Hver okkar hugsun, orð eða gjörð sem stríðir gegn þundarflæði fer í endurvinnsluna sem ekkert skapast, ekkert eyðist, ekkert nýtt undir sólinni. Ekki það lítið starf sem jötnarnir okkar vinna. Þeir eru óhemju duglegir. En nauðsinn sem þeir eru, blessaðir, þarf aðeins að hemja þá. Allavega ekki láta þá éta upp kroppin okkar góða innan frá. Á gulumyndinni á blaðsíðu 6, Óðinn Vilhjálmsson, Gunnarnir 3, eiginleika náttúrunnar, jötnarnir okkar í öskukarlaleiknum sínum og valkyrjan okkar. Þeir menn sem ekki stunda sína valkyrju, það þeir sem hnýsast ekki niður, lenda í endalusum ferlum heimsins eins og fótboltar, lenda í vítarhingnum sem þjóðvitnir útskýrir fyrir okkur, kunna ekki að hvíla sig á gunnunum. Skilningavitin eru beinasta leiðin í stressið, þau vinna í gunnadransinum. Og mikil hættir á að svoleiðis menn sem hnýsa ekki niður þróist ekki til valhallar og einnig hætta á að jötnar byrja að tæra kroppin þeirra innan frá. Valkyrjugjörningur nefnilega ein besta leið til að losna við syndurefni úr kroppnum. Svo nauðsynlegir sem þeir nú eru þessi krútt, megum við ekki láta kroppin okkar vera þeim að bráð. Það eina sem stoppar þá tærleiki okkar. Það köllum við heilbrigði. Tærleiki okkar eins og syn og ein vilja hafa okkur okkar eina eðlilega ástand. Þá fyrst getum við borið heitið maður. Jötnar þegar að tærleika kroppsins okkar kemur, matvandir. Vakk, þetta getur nú ekki talist matur. Þeir lærðu þessa setningu hjá Karius og Baktusi eða Mikka Ref og nota hana þegar syn hleypir okkur í glasi, við lifum glasi, altærir menn. Grikkir sögðu til forna að þeir sem Guðin elska degi ungir. Það þá sem sóast iðla, fara í veislu atægis, sem fórnin inn æðsta, að færa sjálfan sig til veislunar. Þeir menn neita epla iðunar, þeir nýsast niður og fá þau þannig. Þeir menn verða oft gamlir að árum, en líkaminn þeirra sem ungur sé, því jötnar hafa ekki lista á eplum iðunar. Engin æting, engin tæring, og hversu gamlir sem þeir góðu menn verða, elska Guðin þá. Þeir deyja gamlir að árum, en heilbrigðir, ungir og uppljómaðir. Jötnar tæring, rið, mygla, veðrun, einnig syndurefni á ensku free radicals, sem slæm kroppi mannana vegna lausra jóna sinna. Og áhrif sólar og lofts líka jötnar í þessu samhengi. Þegar menn orðnir einherjar, kroppur þeirra svo tær að æting syndurefna verður ekki. Einherjar geta samsagt orðið gamlir að árum í þessum síunga kroppi sínum. Andeldsæ hrimnar í Valhöllu, la cuisine valhalaise. Maharishi Amrit Kalash. Amrit kemur rétt gungni, reglu í okkur. Amrit, Amritanam, ævaforn uppskrift.
A. Nýtandi forsketi, Mrit, dauði. Ódáinsfæða Ambrósia, Mara, Mri, dauði, sem í sinmöru. Kalash kálkur, bikar. Rannsóknir sýna að þetta hið besta gegn syndurefnum í kroppnum okkar. Einnig hið besta fyrir allan kroppin að losa sér reglulega við gunnana 3 með því að nýsast niður. Þannig kemst regla og samræmi í allt mannlífið. Af varmaeflsfræðana 3. lögmáli lærist að æsingur tærir meira en kyrrð. Við 0 æsing fullkomin regla. Goðmögn á Iðavöllum, teitatefli í túni, kyrrð, regla, óendanlegu kraftur, rán, rögn, regin, fullkomin regla lögmála náttúrunar. Uns koma þursamegir 3 og fara að hræra upp í öllu skipulaginu, því þá fer sko að hitna í kolónum. Svo nú liggur beinast við að vita gjörla hvernig við fóðrum jötna í okkar kroppi og hvernig við fóðrum þá ekki í okkar kroppi. Einn pappi kemur heim á vinnunni, kissir konunni sín og börni sín, hann gefur góðan gúngni, svo gott að fá hann heim. Annar pappi kemur heim á vinnunni og skammast í hverju sem hann finnur sér til þann daginn. Hann býr til jötnafóður í móðurinn og börnunum. Það var aldrei neinn tillökun að hann kemi heim. Þessi pappi eyðilagði matartíma fjölskyldunar með nöldri og skömmum. Matartími fjölskyldunar á að vera gleði stund. Streitan hið versta. Stress mikill óvinur heilsunar. Við þurfum að lifa stresslausu lífi. Þurfum að forðast allt sem heitir neikvæðni. Við höfum val, æðruleysið og gleðin eða stressið og neikvæðnin. Auðvitað bendir Jesús á þetta, en það ekki nóg að búa til yfirborð. Þetta verður að vera alvöru. Þegar við nýsumst niður daglega, losnar grugginni í líkamanum. Við nýsum niður til að vera gunnalaus. Gömul uppsöfnuð streita í líkamanum losnar þá og hverfur, eyðist. Þann mann sem ekki tær heldur fullar af stressi, éta jötnar innan frá. Streitan veldur sjúkdómum, rási líkamann stíflast, flæðið ekki bíða eftir einkennum til að ráðast svo á, heldur stundið heilbrigði alla tíð. Við erum alin upp í að flýta okkur, að standa okkur, vera klárust. Við köllum svo streitusjúkdóma nútíma þjóðfélags kvilla. Menn keyra sig áfram á koffeini, nikotíni, orkudrykkjum. Gosið gerir menn súra og þá eru jötnar á fullu í okkur, frumur líða. En auðvitað var ærin ástæða til ofþreytu áhygna og myrkum öldum. Í harðri lífsbaráttu og fáfræði, þá hét þetta aðeins eðlilegur dauðdagi. Ósvinnur maður vakir of nætur og hyggur að kvívetna, móður að morgni, víl sem var. Hinn skynsami maður fer vel með sig, nýsist niður 2 á dag, hugsar þannig mataræði sitt og hegðan alla, að hann sefur góðum heilbrigðum nærandi svefni nætur. Sá hinn ótæri verður fyrir varanlegum áhrifum af áreiti, en einherjar fljótir að jafna sig. Við berum saman að gera rák í stein, í vatn, í loft og yfirfærum það á afleiðingar hnjasks sem við verðum fyrir í lífinu. Það eru ekki kringumstæðurnar sem við vel að merkja sköpum okkur sjálf, heldur hæfileikinn til að taka því sem að höndum ber, þessu sem við höfum skapað okkur og á okkar valdi að stjórna. Ósvinnur maður fullur af streitu og jötnafóðri. Hinn svinni maður veit að hann sá mikli svinnur, ginnungagap, og lærir að vinna út frá því. Lýsingarorðið svinnur, sviður, eitt af þeim fegurstu í málinu okkar. Nafnorðið svinnur gæti verið miklu dýpra en við teljum í fyrstu. Mér langar til að segja ykkur svolítið fallegt húsbændu mína yndislega, sem lifði á tímum sem við skiljum ekki núna. Jóhann og Jóna á Skjaldfönn, löngu horfin ströndum, eignuðust mörg börn. Jóhann sló með orfi og ljá. Jóna handþvoði úr ísköldum lagnum sem kom undan skafli sem aldrei þiðnaði þótt í suðurhlíð væri. Það þurfti auðvitað að handvinda allt úr þessu klakakaldi vatni, allan ársins hring. Á vorin var sólarkaffi, eins og í þröngum fjörðum og dölum á Íslandi. Í þessum yndislegu hjónum lifði æðruleysi og dugnaður kynslóðana. Jóna var stillt og talaði lágt, blíð kona, stór með þessi háu vestfisku kinnbein, bláhvíta húð, mild mánaaugu, liprar ljósmóðurhendur. Ekki var mikil tími til að spila á spil fyrir börnum voru orðin stór og duglega vinna.
sonur tekið með búinu. En þá heimsóttu vinir Jóhann. Þeir settust inn í gestastofi í Nýjabænum en torfbærinn var nú útihús. Sem þeir sátu þarna og voru að stokka og gefa, átti Jóna erindi inn í gestastofna til að ná í eitthvað úr gestastelsskápnum. Leið hún gekk fram hjá Jóhanni lagði hún mjúklega hönd á herðar honum, aðeins til þess eins að sýna honum sinn hlýhug og ást. Hann brosti til hennar. Svo leit hann brosandi á spilin sem hann fékk og sagði, nei, sjáðu Jóna, sjáðu spilin sem ég fékk. Ég viss að þetta var vegna þess að þú komst inn í stofu rétt í þessu. Jóhann til vinstri á mynd með hatt og staf, Jóna heim í eldhúsi. Tengdadóttirinn hér að raka rösklega Hólmfríður Indriðadóttir frá Fjalli í Aðaldal. Þeir sem framkvæma alltaf góða urði senda frá sér góðan gúmni, fæðast á ný til sinnar skuldar, sem eins og Jesús segir, uppskera eigin sáningu sína. Það náttúrulögmálið að gjörða á sér alltaf jafna mót gjörð. En flóknir vegir gjörða eru alltaf órannsakanlegir, Bhagavad Gita. Þeir menn sem tærir eru sjá að ekkert nema ginnungagap, flæði vitundar, og þannig heyri ég búddasiðarmenn tala. Þeir menn sem þetta sjá í alvöru, ekki plata, elska allt af náttúru sinni og hafa sko ekkert fyrir því. Þeir lifa glaðheima vitundar, hið gleiðasta og víðasta, ginnungagap. Nú það svo að Óðinn við vín eitt unir, þetta lífsflæði vitundar. Við erum eiginlega þetta flæði, vín valföðurs, vín Jesú, sem mannlíf í reynd. Jesús í hverjum manni breytir höfuðskepnunni vatni í þetta flæði vitundar, sem við heyrum Jesúm kalla vín. Þetta andlegt eðalvín. Eiginlega ekki af þessum heimi, heldur eðli vitundar tærs manns í þessum heimi. Við erum ekki það sem jötnar að fjarlægi í sinni tiltekt í heimi hér. Hér allt hverfult, hefst og tekur enda, breytist og við köllum það tíma. Breytingin lítur út sem tími í okkar huga. Svo kemur að því að fyrirtæki Búkur lagt niður í heilu lagi. Við hverfum ströndum, deyjum í fjall, skreppum til heljar vinkon okkar í kaffipásu. Helja hula, gröfin hylur líka, ekkið og verðandi móðir hylja einnig. Búkurinn okkar fer ekki til heljar, aðeins við sjálf. Valhöll vitundasti lifandi uppljómaðs manns, helvíti aðeins til á jörðu meðal ósvinnra manna og himnaríki lifa menn á jörðu, þeir sem altærir eru og vilja gefa það öllum mönnum. Náttúrulögmálin vinna fyrir þá og með þeim og lífið fagur leikur. Kjöt eitt gefur Óðinn greyjum sínum. Búkurinn fer í hundana þegar við skreppum til heljar. Svona karakter að éta nú allt sem að kjafti kemur þegar það kemur. Vondi úlfurinn sem gleypti rauðhættu litlu og ömmu hennar geri og freki, eins og í öllum þessum sögum þar sem söguhetjan okkar stekkur sprelllifandi út úr maga úlfsins í sögulokk. Hér eru þeir búin að setja á sig rennilás, fljótlegra og þægilegra. Orðið geri úr sanskrit gara, sá sem gleypir, hinn gráðugi. Mamma á kannski garam masala upp í kryddhillu. Vrika úlfur á sanskrit, sá sem rífur, vrik, hremma. Af því komin af freka. Rí þýðir einnig fela hylja. Það sem þeir gleypa sést ekki lengur, hverfur sjónum. Auðvitað fyrir fólki að gráta þegar kroppur ástvinna fyrir hundana, en menn ættu nú að senda hinum látna góðar hugsanir, svo hann líði vel hjá blíðu köldu helju. Hann var aldrei þessi flotti kroppur sem deyr, hann bjó hann til að þróast í. Hermóður kemur örugglega sækjan, svo hann gleymir ekki að fæðast aftur af sjálfstáðum. Nema ef til vill á þetta ekki við hinn altæra mann sem lifir ginnungagap. Hann fæðist ef til vill ekki aftur. Hann hefur náð fullkomnun og þarf ekki fleiri jarðlíf. Þegar hann deyr, fer hann ekki neitt. Hvert ætti hann svo sem að fara? Hann allt, hann vitund og ekkert annað Allt táknmálið og allar þessar kálfaskaræður eru eingöngu handa þeim sem ekki skilja. Uppljómaður maður þarf ekki þetta barnalega táknmál okkar.
En uppljómaði menn nota svona tákmál til að útskýra fyrir ósjáandi mönnum. Svo til skjal þar sem litla kjafthóra völva tekur viðtöl við Gera, Freka og Jötna, þjóðvitnir með ídettingar. Og hérna skýðblaðnir, líf og lífþrasir. Jörð rís á nýju rægi, iðja græn. Allt í ferlum. Hetjan alltaf lifandi í maga úlfsins. Þjóðvitnir heldur því fram að fara sig að kulna hjá Djöfsa eftir að purgatúar, hreinsunar eldurinn, var lagt niður og hann taki nú allt nema teflonpönnur. Þjóðvitni ber ábyrgð á fullyrðingunni. Aldrei hafi menn hér norður í rassi annað en hlakkað til almennilegrar kyndingar þar. Einn og einn gægist upp fyrir Maju, kærustu þjóðvitnis. Vitundarvísindi forfeður okkar, nú förum við að skilja táknmálið og dýftina í launsögninni. Söguhetjan hoppar sprellifandi úr maga úlfsins.